Næsta mál liður 3. Það starfsfólk skólanna. Aldís Ósk Arnaldsdóttir, ungmennaráðsfulltrúi, stígur upp í pontu. Ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Ég vil ræða mikilvægi þess að kennarar, annað starfsfólk skólanna og starfsfólk Akureyrarbæjar sem vinna með börnum komi fram við nemendur af virðingu og kurteisi. Við þekkjum öll hvernig það að vera í samskiptum þar sem ekki komið fram við aðra af virðingu og kurteisi. Þessi samskipti eru oft erfið, ekki skemmtileg og sjaldanst árangursrík. Ég nemandi í grunnskóla og hef talað við nemendur sem hafa sagt að ekki komið fram við þau með kurteisi og virðingu, til dæmis þegar þau spyrja hjálp og skilja ekki eitthvað. Einnig hefur verið sagt mér að starfsfólk og kennarar komi misvel fram við nemendur og í sumum tilvikum dónaleg og hjálpa sumum nemendum minna þegar það skilur ekki vegna þess að þá þau bara að eyða tíma. Sem ætti ekki að vera allt í lagi vegna þess að öll börn eiga sama rétt samkvæmt annarri grein barnasáttmálans. Síðustu mánuði höfum við verið að hitta nemendaráð og réttindaráð í grunnskólum sveitarfélagsins og þar hefur verið nefnt að bæta þurfi samskipti milli nemenda og starfsfólks. Nemendur ættu að geta leita til starfsfólks í skólum ef eitthvað að angra þau en ekki það hægt ef þau sýna þeim ekki virðingu né kurteisi og hlusta ekki á þau. Því það byggir ekki upp traust milli kennara og nemenda. Mér finnst ég hafa heyrt allt og oft nemendur kvarta yfir að kennarar komi með leiðinda athugasemdir í tímum eins og að segja að einhverjum nemenda gekk verr en einhverjum öðrum í prófi eða að séu hneykslu út að einhver skilur ekki hvað sé verið að útskýra. Það einmitt öfugt við það sem kennarinn ætti að gera því að þýðir að þeim vantar meiri hjálp. Það ætti heldur ekki verið í lagi að kennarar séu að tala málefni annarra nemenda fyrir framan hóp þar sem sumum langar að halda þau fyrir sig. Í íslensku æskulýðsrannsókninni árið 2025 sögðu 66% nemenda í 4. bekk og 61% nemenda í 5. bekk að það væri einhver starfsmaður í skólanum þar sem þau gætu leita til þegar þau hefur áhyggjur eða líður illa. Hlutfallið lækkaði í hverjum árgangi. 55% nemenda í 7. bekk, 53% í 7. bekk, 43% í 8. bekk, 40% í 9. bekk og 37% í 10. bekk. Það mikilvægt að Akureyrarbær tryggi að starfsfólk skólanna og annað starfsfólk bæjarins komi fram við börn af virðingu og kurteisi, geri ekki upp á milli þeirra og dæmi þau ekki af fyrri hegðun. Íslenska æskulýðsrannsóknin sýnir að það sé tækifæri til þess að auka traust milli nemenda og starfsfólk skólanna. Við leggjum til að bæjarstjórnin fari í aðgerðir til þess að auka traust milli barna og starfsfólks með að tryggja góð samskipti. Það getur verið að þjálfa starfsfólk betur í samskiptum við börn og gera það meðvita að orð þeirra hafa mikil áhrif á nemendur. Einnig þurfa nemendur líka að vera kurteis við starfsfólk svo að væri líka hægt að þjálfa þau í samskiptum við starfsfólk. Það þarf því að vanda til í samskiptum. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Aldís Ósk lokið máli sínu og upp í pontu stígur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forsetar, góði fulltrúar ungmennaráðs, aðri bæjarfulltrúar. Takk Aldís Ósk fyrir þessa ræðu. Ég held að það sé nú yfir höfuð þannig að fólk eigi að koma fram með virðingu og bera virðingu fyrir öðru fólki. Þetta eru bara mannleg samskipti sem eiga að fara vel á milli og við höfum nú lengi vel og Akureyri talið okkur vera mjög heppin með kennara og skólan okkar verið góðir, en auðvitað alltaf einn einstaklingur sem getur skemmt fyrir heildinni. En að því að ég nú sjálfur kennari og þekki þetta nú svolítið að hvernig maður fyrir það að ala upp börn, þá vill maður skila frá sér góðum einstaklingum, ekki bara í námi, heldur bara sem góðum manneskjum út í lífið. Og það stór hluti af því að koma vel fram við fólk. Því að ég held að því þekki að bara sem nemendur að
þeir kennar sem koma best fram við ykkur að þið byrjuð mesta virðingu fyrir þeim tilbaka. Þannig að þetta svona vinn-vinn fyrir alla að bera virðingu fyrir hvort öðru. Og ég held að kennarar yfir höfuð reyna að vinna eftir þessari reglu. En eins og ég segi, auðvitað alltaf einn og einn sem getur skemmt fyrir heildinni í þessu. En ef að bæjarstjórn getur gert eitthvað í þessu, þá örugglega hún klár í það. Því að við viljum öll að ykkur líði vel í skólanum og það sé borin virðing fyrir ykkur og því beri virðingu fyrir kennurum á móti. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og orðið laust. Fulltrúi ungmennaráðs Fríða Björg tekur til máls. Já, það náttúrulega til ákveðna siðareglu kennara sem eru bara reglur sem að kennara eiga að fara eftir og það væri kannski áhugavert að skoða því að tölurnar segja náttúrulega bara það sem það að segja. Það að fækka með árunum, í rauninni með bekkjunum, þá finnst krökkunum að þau ekki geta leita til kennara. Og jú, við hefum náttúrulega, það er náttúrulega bara góð regla ef þú berð virðingu fyrir fólki þá bera þau virðingu á móti, en það væri bara áhugavert að skoða, hvort að, ef að nemendur finna ekki fyrir öryggi í skólanum, finna ekki fyrir því að geta tala við kennara án þess að þau, veit ekki, séu dónalega eitthvað, hvort það sé ekki bara hægt að skoða það, hvort að skólanir þurfi þá ekki bara að þessar siðareglur, kennararnir eigi að fara eftir þeim. Þetta eru bara fastar reglur, hvort að kennararnir séu að fara eftir þeim, það væri áhugavert að skoða, og hvort það sé eitthvað sem að bærinn ætti að gera eða hvort það sé eitthvað sem allir skólanir ætti allir skólanir ætti vera sér að gera það veit ég ekki, en já, það væri áhugavert skoða. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg lokið máli sínu og orðið laust. Þá, Jana Salome bæjarfulltrúi stígur upp í pontu. Fundarstjórar, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og aðrir bæjarfulltrúar. Það er mist svona kannski góð venja að þegar þið komið upp og berið fram frekari spurningar að við reynum að koma upp og svara þeim. Bara frábær brýning hjá þér, Aldís, og eins hjá Fríðu. Og ég held að réttur farvegur fyrir þetta mál væri að þegar við tökum fundargerðina inn í bæjarráð, að þá vísum við málum til umræðu inn í nefndum og ráðum bæjarins. Það hefur í það minnst að verið vinnulagið hingað til og þá held ég að færi bara best á því að þessu verið vísað inn í fræðslu og lýðheilsuráð og tekið til umræðu þar og skoðað, að því að oft þó svo að siðareglur séu til og fleiri samskiptasáttmálar og annað, að þá vilja þeir oft gleymast ef við tökum þá ekki upp reglulega og förum yfir það. Þannig að ég bara vil þakka fyrir góða brýningu og vonandi getum við unnið þetta mál áfram til að skapa áfram gagnkvæmt traust milli aðila. Þá hefur bæjarfulltrúi Jana Salome lokið máli sínu og orðið opið. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson stígur upp í pontu. Forseti, góðu ungmennaráðsfulltrúar, aðrir bæjarfulltrúar. Sko, ég tel það líka vera þannig að skólastjóri á að vera fyrir alla, ekki bara kennara. Hann á að vera fyrir nemendur líka. Þannig að ef að þeim mislíkar eitthvað, þá eiga þau að geta leita til skólastjóra á þess að hafa áhyggjur af því að það fari eitthvað í vitlausa átt. Og ég skora á okkur að ef að eru svona mál einhverstaðar að láta reyna á það allavega. Því að það er mjög mikilvægt að skólastjórinn sé hlutlaus í svona málum og skoði þau frá öllum vinklum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og orðið laust. Þá skulum við fylgja dagskrá og fara yfir í lið 4.